Já, komið sæl og velkomin í þessa útsendingu okkar hérna frá leik IA og Reynis frá Sandgerði, íþróttahúsinu á Vesturgötu og Akranesi. Stutt í leik, komið seint inn núna en allt í góðu. Við byrjum að renna við lið gestana. Það er númer 3 Arnar Þór, númer 6 er Sindri, númer 9 er Viðar, númer 10 er Kristján Þór, númer 11 er Gestur Leó, númer 12 er Eðvald, númer 13 er Máni, númer 14 er Birgir Snorri, 18 Aðalsteinn, 21 Jón, 24 Garðar og 31 er Sigurður Friðrik. Og lið heimamanna þenni skipaða númer 0 er Hjalti, númer 1 er Gabriel, númer 2 er Jón Frímanns, númer 5 er Jón Trausta, númer 7 er Tjass, númer 8 er Arnar Smári, númer 11 er Elvar, 12 er Sindri, 14 Ragnar, 15 Ómar, 16 Gunnar, 19 Gunnar og 22 er Pálmi. Bæði lið eru búin að spila 2 leiki í deildinni. Skagamenn búin að vinna 1 og tapa 1. Reynir búin að tapa báðum sínum leikjum. Og Skagamenn hafa ekki unnið heimaleik síðan í janúar 2017. Og athyglisvert að segja frá því að Sindri hefur ekki unnið útileik síðan í janúar 2017. Nei, Reynismenn fyrir ekki. Þannig að þetta verður sögulegur sigur hjá öðru liðinu því það er bókað að annað liðið mun rjúfa þessa eyðimerkurgöngu sína í sigurum og út á heimavelli. En dómarar leiksins eru Einar Skarphéðinsson og Anton Eli og þeir eru klárir og það eru nú bara 5 sekúndur í það. Byrjunarleik gestina þannig að Viðar, Kristján Þór, Eðvald, Garðar og einhver einn enn. En heimönum er að Hjalti, Jón Frí, Sindri sem hérna skora fyrstu köru leiksins, Arnar Smári. Þetta er byrjunarleikinni á báðum liðum í dag. Garðar út í hornið og Kristján Þór. Góð vörn hérna er missaðan fram með þér. Tapar skot. Viðar með frákastið, sendir hann út. Vel gert þarna hjá Jóni sem að tekur frákastið og skorar fyrstu köru Reynismanna. Vel gert þegar Jón Frí. Flott sending frá Tjass. Skagamenn pressa hérna en Reynismenn komast fram hjá því. Vel flott farið skot þarna hjá Arnari og villa á Jón. Hjalti tekur engastið og Tjass býður öllu boltanum. Tjass keyrir hann inn í þröguna og fær villu á að mér sýnist Eðvald. Og Tjass fer þá á vítalínuna og tekur fyrstu vítaskotin í þessu leik. Já, þess að þetta duttum aðeins út þarna, en staðan er núna 5-2 fyrir Skagamenn. Ég held við dott út þar sem að Tjass var á vítalínuna og setti annað skoti niður og nú er leikhlé í gangi.
Búin að vera 2 blokku skot hérna á fyrstu 1,5 mínútinni, það er ágætt. Reynismenn taka langt leikli og Skagamenn eru mættir út á völlinu og ætla að fara í greinilega 3-2 pressu. Sýnist engar breytingar hafa orðið á hvorugu liðinu. Garðar tekur boltann inn. Kemur nú Kristján Þór sem hendur honum fram. Fullt af frákastum hérna hjá Reynismönnum sem enda með körfu. Frá honum Garðari. Þá leikir Skagamenn í hann. Sindri galopinn. Hittir ekki. Garðar með frákastið. Galopið skot. Eðvald hittir ekki. En enn eitt sóknarfrákastið hjá Reynismönnum. Þetta er áhuggefni fyrir ÍA en fagnaðarefni fyrir Reynismenn. Gott sendingar undir. Og Kristján Viðar klárar þetta. Og þá leggja Skagamenn stað. Komur undir, Tjas með auðvelda körfu. Staðan 7-6 fyrir Skagamenn. Þeir halda áfram í 3-2 pressunni. Sýnist einu dæma dæma brot á Kristján Þór. En góð pressa þarna hjá Skagamönnum sem að Reynismenn náðu ekki að leysa. Og þá kemur skipting hjá Skagamönnum, Sindri fyrir að velli. Og enn kemur Ragnar. Stilla Skagamennin upp í sókn. Jón kemur langt út. Þeir tekur rólið með Tjas, virkar ekki. Arnar með flottan frist. Og enn áttu galopnum hlutan. Það er ekki í skoti, hendur keirinn á körfunni. Og Villa Karva góð. Viðar skorar aftur og Villa á Jón Frímannsson, fyrsta Villa hans í leiknum. Þannig að Viðar fer á vítalínuna. Sýta eftir og við komum 5 stiga Viðar, stiga eftir hjá Reynismönnum. Arnar aftur í þrist á svipum staðan en hittir ekki en Jón tekur frákastið og skrefar. Skipting hjá Reynismönnum. Það velli fyrir Eðvald og inn á kemur leikmaður nr. 31 sem er svo mikið sem Sigurður Friðrik. Skagamenn halda áfram að pressa hérna, það er að skila þeim ágætis vandræði fyrir Reynismenn en Villa á Ragnar, fyrsta villan hans. Þetta er á gólfinu þannig að það er innkast. Fín boltarhenginni á Reynismönnum en Arnar les þetta og leggur stað í auðvöldlega og völdi eftir honum. Það var hann einnig komið 5 stig. Skagamenn halda áfram pressa þeir skilja sér opnum skoti fyrir
Reynismenn, hann tekur bara frákastið sjálfur, hann Sigurður. Hann getur sæðið svolítið skafanum. Já, Jón kom með leið á þessum sóknarfrákastum, en er ekki að henda boltanum í, hann fær boltan í sig aftur og innkast sem að Reynismenn eiga. Þetta fyrsta leiklundi er við það að vera hálfnaður, er staðan 12-9 fyrir Skagamenn. Arnar Smári með 5 stig, Tjas með 3, Jón Frí og Sindri með 2. En hjá gestunum er Viðar Stigasti með 5 stig, Jón með 2 og Garðar með 2. Opið skot, Jón tekur frákastið. Arnar keyrir á körfunni og setur þetta honni í. Fínt spila, missir boltan. Það var að senda hann undir. Skagamenn vinnan. Önnur skipting hjá Reynismönnum. Viðar fyrir út af og inn á kemur í fyrsta skipti Sindri í þennan leik. Jón að berjast undir, kemur í spjaldið og ofan í. Skagamenn halda áfram í pressunni þarna sem að hefur valdið þeim vandræðum. Rétt sleppið miðju og galopinn þristur hjá Sigurði og hann setur þetta honni í. Þannig að 16-12 og Arnar aftur í þrist. Hittir ekki. Jón með frákastið. Eftir galopinn þristur, hittir ekki. Tjas með frákastið. Sending fram á Ragnar sem að hittir ekki ofan í. Tjas stelur boltanum og fer í auðvelt layup og tæknivilla á Kristján Þór fyrir að mótmæla þessu. Vildi meina að Tjas hefði ekki stólið boltanum, heldur slegið sig. Þannig að Tjas fær eitt vítaskot og Reynismenn fá svo boltan aftur. Á skiptinga Skagamanum Hjalti fyrir út á og inn á kemur í fyrsta skipti þessu leik hann Pálmi. Skagamann held áfram að pressa það hérna að leysa þetta fulllega og bara opin flugbraut og þá setur hann brúnið að Garðar, hann lætur duga sig eftir tvisvarsinnum. Og léleg vörn hann hjá heimamönnum og auðvelt hjá Garðari. Það skaði með pikkið Jón og Tjas enn einu sinni. Og dæmir ruðning á Jón. Önnur villan hans í leiknum. Og skipting hjá Reynismönnum. Garðar fyrir að velli og inn á kemur Aðalsteinn. Þetta er vel leyst hjá Reynismönnum og hann klikkaði layupinu en eitt sóknarfrákastið. Jón tekur hann að sóknarfrákast. Þetta er áhyggjuefni fyrir Skagamenn, þetta er búið að vera svona allan leikundan.
Hann vill að brotið á Chess í 3 stiga skoti. Það gerir Kristján Þór sem að mér telst til að sé komið 3 villur. Og honum skipt af velli fyrir Gjast Leo. Og Chess á vítalínum tekur núna 3 víti. Og fyrsta viti beint ofan í. Annað viti líka. Við tekið nokkur efina. Og 3 ofan í. 9 stig komin hjá Chess og staðan 22-16 fyrir Skagamenn sem pressa og villa á Chess. Hann reynir að stela boltanum. Það var 5. villan hann að það skotréttur á fyrir Reynismenn. Það kemur skipting í Skagamönnum. Ómar kemur inn á fyrir Jón Frí. Þannig að Ómar núna stóri maðurinn hjá Skagamönnum. Gestur Leo fer á línuna. Þessi skoppar honni. Boltinn aðeins að leika með þeim. Sennarskotið fer ekki honni og hann tekur bara sjálfur frákastið. Sigurður heitur hérna í horninu, setur þetta beint niður. Komið 5 stig og Arnar í snöggan frist. Hittir ekki. Jón með sitt 5. frákast í leiknum og nokkur eða meira sóknarfrákast fyrir Reynismenn. Sendingin í teginn og einhvern veginn hendur þetta í höndunum á Sindra sem hittir ekki en þá taka það bara sóknarfrákastið. Sindri hérna með 2 sóknarfrákast í sömu sókninni. Og annar eftir að mista í skot og svo fer hann bara í þrist. Hittir ekki, en Ómar tekur þetta frákastið. Og 3 stiga skot fyrir Ragnar sem hittir ekki. Og Sigurður Friðrik með frákastið og kemur upp með boltan. Skagamenn pressa það ekki núna. Tapaði bolti hjá Reynismönnum. Reynismenn er gert ná usla hérna hjá Skagamönnum. Þannig að fá tölvöld fleiri skottillinir heldur nýja með öllum þessum sóknarfrákastum sem hann hafi verið að taka. Arnar hleypur undir og gefur út á Chess. Keyrir innan körfunni og fyrir erfitt skot, hann setur þetta ofan í. Það var góð hjá Sindra. Villa á Ómar að mér sýnist. Og Sindri setur þetta honni. Komum 3 stig, öll í þessari sókn. Skagamenn leggja það stað. 24-22, 1,5 mínútu eftir leiknum. Ragnar með flotta hreyfingu. Ég þurfti að setja þetta onni í slákurinn en fór vel fram hjá honum. Hann fer á línuna í 2 vítaskot. Það dansaði upp úr hjá Ragnari eftir að hann er búinn að dansa onni hjá Reynismönnum. Sjáum hvað gerist í seinna skotinu. Og langur þar. Og Sigurður Friðrik 1 í frákastinu. Það er 15-7 í frákastum fyrir Reynismenn í þessum fyrsta fjórðungi. Það er ekki gott. En hann stígur Ómar vel út. Tók Pálmi hér í frákastið. Þá kemur Ómar.
Skagalófin Arnar í 3 stiga skot og setur þetta ofan í. Skagamenn herja hérna. Þannig gerist eitthvað sem ég sá ekki alveg. Það var villa á Ragnar. Hans önnur villa, það er eins og það reykist saman hann með hausana. Þannig að Gestur Leó fyrir á vítalínuna í annað skipti í þessum leik. Hitti öðru á hann og hvað gerir hann núna? Fastur í fyrra skotinu. Seinna klikkar, Pálmi tekur aftur frákastu. Kemur svo bara sjálfur upp boltan, gefur á Ragnar sem tekur flott pikk með Pálma og þar var góð. Villa númer 21, það er Jónsson fyrir villuna. Og Pálmi með fyrsta stigi sín og glæsileg stoðsending hjá Ragnari. Skipting hjá reynismönnum, Jón fyrir að velli og Garðar kemur aftur inn. Pálmi í 1 skot. Getur komið Skagamenn með 30 stig, þeirra 50 sekundur eftir þessum fyrsta leikluta. Og gerir það. 3 stiga sókn og já. En pressuvörðin að skila Skagamennum stolnum bolta og körfu. Arnar setur þetta ofan í eftir sendingu frá CS. Sem við leysaði pressuna. Þetta boltan ganga núna en finn ekki skotið eða hvað, jú, hérna kemur það. Nú langur Ómar með frákastið. Og Tjass setur þetta niður. Komið 13 stig. 6 sekundur eftir. Sigur fyrir koni hitt og niður, reytar yfir. Flotta sendingu á Garðar sem setur þetta ofan í. Staðan eftir fyrsta leikluta er 34-24 fyrir Skagamenn. Ágætis sóknarleikluti hjá Skagamönnum en mörgmenn kannski ekkert sérstök og allt of mörg sóknarfráköst og reynismenn kannski hefði átt að nýta sér það betur, ná bara skora 24 stig þróttur að hafa verið með eitthvað 5-6 sóknarfráköst í fyrsta leikluta. Það er 15-10 í frákostum í fyrsta leiklutanum fyrir reynismenn. Skagamenn hafa með pressunum sinni og með að stela boltanum og komist í auðveld layup. Þannig að það skeikur muninn hérna eftir fyrsta leikluta. En stigastir hjá Skagamennum er Tjess með 13 stig og Arnar með 12. En hjá reynismönnum er Garðar stigastir með 6 stig, Viðar og Sigurður Friðrik með sín 5 stig hvor. Skagamenn mæta til leiks í annan leikluta með Hjalta, Jón Frí, Ómar, Arnar og Sindra. Sigurður Friðrik, Garðar, Aðalsteinn, Gestur Leó og Sindri. Það eru 2 Sindrar á öllum þessar sikkur á leiðinu. Og annar leikluti komin í gang. Skagamenn í svæði og Sigurður Friðrik og bein hittir ekki og sóknar frákast. Aðalsteinn. Hann tekur hann enn eitt sóknar frákasti fyrir reynismenn.
Þannig að þau fá annan séns. Garðar eftir skotið, hittir ekki og sóknar frákast hjá Reynismönnum. Þetta er sama sagan fyrir leik. Hjalti tekur loksins varnarfrákast fyrir Skagamenn, hann kemur hratt upp, Sindri mættur. Arnar í þrist, setur hann ekki, varnarfrákast hjá Gestur Leó. Hoppinn í horninu og kemst undir en ekki nógu góð sending, en Arnar komið fram og setur hann. Gott sending til Hjalta. Arnar þarf múin að stiga eftir vellinu með 14 stig. Kemst tilbaka hann í Aðalsteinn með flotta körfu. Vel gert. Þetta er glæsilega að spila. Arnar setur þetta niður og fær víti að auki. Sendingin hjá Hjalta, hann komið bara með 2 stóðsendingar í röð. Og þessi var glæsileg. Arnar þá á línunni. Hittir ekki, en ég hélt í smá stund að það væri sóknarfrákast í, en það endaði með því að Garðar tók það fyrir Reynismenn, það kemur upp boltann. Og Einar Skarphéðinsson sá eitthvað hana. Það var skotklukkan fór ekki í gang held ég. Vökulaugu, hann Einar Skarphéðinsson hefur dæmt á nokkra í gegnum tíðina. Það var Ingi að græja klukkuna. Komið, hann getur leikunum fyrir aftur í gang. Hann Garðar tekur boltan inn. Kemur á Mána sem er komin inn á fyrsta skipti í þessum leik. Sigurður fyrir eigin boltan. Og vel gert, Sigurður fyrir setur þetta niður. Kemur Hjalti. Og Jón frí. Þetta er Arnar. Arnar langar að skotið og hann tekur það en setur það ekki. Vel gert hjá Ómari. Skópla boltanum út. Kemur Hjalti og Sindri í horninu. Hittir ekki. Garðar með frákastu og kemur upp um boltan. Kerar hratt svo Skagamenn á ekki pressa á. Aðalsteinn í skotið. Okkar feipaðist hann og setti boltan ekki í neitt. Það kemur síðast aftur inn á fyrir Arnar. Og mér sýnist Reynismenn líka ætla að skipta. Kristján Þóra kom inn á aftur. Skipti við Aðalsteinn. Það er ekki að Skagamenn að staði svo 10 stig yfir, 38-28, 7,5 mínútur eftir að vera leikluta. Tjas með flotta sendingu og Ómar sem setur þetta niður og fær villu að auki. Þetta er held í 3. eða 4. og 1 spilið hjá Skagamönnum í þessum leik. Það er gott fyrir þá. Sá nú ekki hver fekk villuna. Ómar setur skotið niður, komið 3 stig. Snögg sókn hjá Reynismönnum en missir boltan út af hann Máni.
Kemur Ómar. Sindri sækir boltann og keyrir inn. Sindri í smá vesenni. Hjalti verður það líka fyrir erfitt skot og setur þetta ofan í fyrstu stígin hjá Hjalta í dag. Og akkur ekki taka það bara aftur og einn. Hjalti setur ofan í, komið 3 stig og stólinn bolti hjá Skagamönnum. Sindri nær hana sem enda með því að hittir ekki layupinn Jón Frí. Og næst í stólinn bolti Hjalta, opið skot, hittir ekki, Hjalti með frákastu. Kemur boltanum Ómar sem leggur á stað. Þannig að stilla upp, meiri pressa á því að passa Tess fá ekki boltan á reynismennir. Þá fer Hjalti bara á stað og Sindri opinn í horninu, langur tvistur, hittir ekki. Slagar hann hjá Jón Frí og Sigurður Friðrik sem leggur á stað upp með boltan, engin pressa á honum. Út í horninu á Kristján sem setur hann ekki, Jón Frí með frákastuði. Tess upp með boltan, Ómar fyrir pikkið. Tess í þrist og setur hann niður. Það var þetta 2. Það sýndist þetta að vera 2 og reynismenn taka leikhlé. Stigataflan sýnir að hann hafi sett 3 og mér sýndist dómarinn gefa merkjum þetta væri 2 stig. Já, búin að lera þetta er rétt, 46-28, eftir að staðan var 38-28. Skagamenn búin að setja 8 stig í röð og þá taka reynismenn leikhlé. Stigahæstir hjá Skagamönnum eru Arnar Smári með 16 stig og Tess með 15. Á meðan að Sigurður Friðrik kom með 7 stig fyrir reynismenn, Garðar með 6 og Viðar með 5. Það er 12-4 í þessum öðrum leikluta fyrir Skagamenn. Reynismenn þurfa aðeins að bíta í skjaldarendur og reyna að koma tilbaka 6 mínútur eftir þessum fjórðung. Skagamenn gerir breytingu, Arnar fer út af og Pálmi kemur inn á. Og pressa hjá Skagamönnum sem skila sér í því að reynismenn henda boltanum út af. Það var ekki alveg það sem var lagt upp í leiklíðinni, ég get lofað eitthvað. Tess, Jón hreinsa vel fyrir hann. Tess í einhverjum bolta á þrautum hérna. Finnur Pálma sem missir hann. Sindri reynir að stela mistri á honum og þetta er rauningur. Pálmi kom í hjálpina. Þannig að Sindri Sandgeringur fekk villuna. Sindri Levi. Þetta er engin Skagamönnum sem endur inn á Jón Frí sem að leggur á stað og er í trafík, hittir ekki, tekur frákastu sjálfur og hittir ekki aftur. En tapaði bolti hjá reynismönnum, Tess vinnur hann, kemur á stað. Gefur út á Pálma, Pálmi í opinn þrist, setur hann ekki. Jón tók frákastið en mér sýnist að dæmt vill á hann.
Það var þetta þriðja villan á Jón. Þannig að hann fyrir út af að Ragnar kemur inn á. Og hérna rugglast hann á bekknum, þeir stóðu upp á bekknum og hann held að vera með hann Jón og ætlaði að gefa á það, þeir mátti ekki grípa. Þannig að Skagamenn fá vinnaboltan aftur, búin að vera núna nokkru turnover röð hérna á báðum liðum. Eftir þetta leikhlé. Nú pressa Reynismenn, Skagamenn leysa það ágætlega, hérna kemur Hjalti. Pálmi aftur opinn, fyrir ekki þetta skot eftir að hafa klikkað á hann. Finnur TS. TS fyrir þristinn, hittir ekki, Sindri í baráttunni. Hann brýtur á Viðari. Hann tók hann á frákastið. Fyrsta villan á Sindra. TS með stólinn bolta upp í lay-up. Og Sindra 17 stig og aftur stela Skagamenn boltanum. Sindri tæpar á miðjunni, tapar honum. Kristján Þór fer alla leið sjálfur, hittir ekki, Pálmi tekur frákastið. Hjalti á fleyferð og fer bara sjálfur og fær dæmdan á sig ruðning. Hleypur hérna á Viðar. Hjalti fær hérna sókn á villi fyrsta villan hans. Skipting hjá Reynismönnum. Eðvald kemur inn á fyrir Garðar. Skagamenn halda áfram að pressa, það er búið að skila þeim nokkrum auðvöldum körfum. Og þeir pressa hérna á Eðvald sem enda með því að boltinn fyrir út af og Skagamenn eiga þetta innkast. Það gengur illa að leysa þessa pressuvörn Skagamanna og munur orðinn 20 stig. Og maður er búinn að þurrka boltann og getur spilað. Þess finnur Pálma. Aðstæðum fínu vörn. Kemur Sindri, fær skrínið og brotið á honum. Villa á Aðalstein í skotinu, svo Sindri fer á línuna. Skipting svo hjá Skagamennum ef að greinlega skiptingu skotmann, þannig að ef Sindri setur bæðið niður á skipting. Ef Sindri klúrar núna þá vill hann ekki fara út af. Já, hann vildi ekki fara út af. Þarna var einhver slagsmál undir körfunni sem endaði með því að Jón fyrir í gólfið og Ragnar fær óíþróttamannslega villu. Sá rétt. Þriðja villan hans. Satt hann dæmda villan báða eða? Nú veit ekki það, ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Já, fengur báðir óþrjóttamannslega villu, Ragnar og Jón, þannig að þeir eru báðir hver með 3 villur. Þannig að þetta er bara bolti í leik fyrir Reynir. Og TS kalla sína menn tilbaka, það er ekki að pressa það núna. Gunnar kominn inn á fyrir Skagamenn og Aðalsteinn setur þetta ofan í
Löng sending fram á Ragnar sem að hittir ekki. Kemur Eðvald upp með boltan. Galopin Jón Gunnar kom hann í vörnina og lengi að skjóta hann Kristján Þór og Gunnar náði að koma en aðeins of nálægt honum þannig að hann braut á honum. 3 vítaskot. Kristján brennir af báðum fyrstu vítunum. Það var að þriðja vítið hans, síðasti sjans. Setur hann honni. Langur tvistur, gengur ekki. Aðstæðum frákastið. Kemur Viðar. Finnur Kristján, spjaldið á hann í. Hjalti kerir inn, finnur Gunnar í horninu, Gunnar fyrir skotið og setur það. Spennandi körfunni, barta þarna Gunnar á móti Viðari sem hittir ekki og Tjest tekur frákastið og endar svo með villu á Viðar. Tjest fært á línuna. Búinn að taka það nokkur í dag. Þetta vilja hróni, koma 18 stig. Getur bætt í 19. við hérna í fyrri hálfleik. Gerir það. Nú pressa Skagamenn aftur. Komin inn á fyrsta skipti Arnar Þór hjá Reynismönnum, lendur í pressunni en þeir ná að leysa þetta. Það voru 3-2. Þetta er aðeins svo erfitt en þeir haldir svo lífi. Eðvald hann í horninu, kemur hann inn í og þetta endar hjá Viðari sem setur hann onni í. Þetta er flotta sendingu frá Aðalsteini. Ragnar í opinn tvist, þetta er erfitt. Og dæmd villa á Gunnar, ítir þarna til að taka frákastið, önnur villan hans. Þó fá það að skipta félagarnir Jón Trausta og Gunnar Jóa. Og Viðar fer á línuna, bæði lið í bónus. Viðar brennir af fyrra skotinu, við erum búin að brenna svolítið af í vítunum í kvöld. Þessi skapar honni, komið með 8 stigan Viðar, skipting hjá Reynismönnum. Kristján Þór fer af velli og inn á kemur svo mikið sem Birgir Snorri síðan ég held í fyrsta skipti í þessum leik. Ragnar kemur upp með boltan fyrir Skagamenn, 53-36. Hjalti pikki með Tjess. Tjess kemur hann allir. Kemur boltan með Ragnar sem fer í erfiðan þrist og setur hann. Ragnar komin á blað. Koma Reynismenn. Viðar út í hornið. 2 stiga skot hjá Aðalsteini sendist mér.
Viðar undir körfunni, kemur honum út. Eðvaldi í þrist og setur hann. Ragnar aftur. Þessu var bara net. Þannig að stilla miðið. Komið 6 stig á bara örstuttum tíma. 59-41, 45 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Langur tvistur, gengur ekki, Ragnar með frákastuðu. Kemur bara sjálfur upp um boltan. Finnur Jón Karl sem kemur hann út á Pálma. Tess. Og var þetta niður. Leggur svo til Allaugu og Finnur Pálma. Hann tekur eitt skopp og setur hann niður. 5 stig hjá Pálma. 6.000 yngra Tess. Það var kannski að gera upp sér pressu þarna sem að skilja sér ekki alveg. Viðar boltan, setur hann á Arnar Þór sem gerir á körfunni, kemur hann út. Eðvald setur þetta miður. Þristur hjá honum. Og staðan á þá 61-44 hér í hálfleik, Skagamönnum í vil. Stigaðastir hjá Skagamönnum með Tess með 19 stig, Arnar með 16 og hjá gestunum með Sigurður Friðrik ekki lengur stigaðastur, hann er ennþá með 7 stig en Viðar er komin upp í 8 stig og Eðvald með 6 ásamt Aðalsteini. En við tökum okkur smá pásu og komum aftur hérna í seinna leik.
Það var allt til reiðu fyrir þriðja leiklutan sem hefur nú reynst Skagamönnum nokkuð erfiður hérna á heimavelli, en þeir hafa 17 stig í forskot eftir fyrri hálfleikinn og sjáum hvað setur í þeim síðari. Bæði lið greinilega þurfa að fara yfir mikið og hálfleikurinn dugar ekki til þess því að þau eru hvorugt komin út á völlinn. En Einar Skarphéðinsson og Anton Eli dómarleiksins eru tilbúnir og vilja fara að flauta þetta á, og við hérna líka. Og gaman að segja frá því að það er vel mætt í pallana, annan heimileikinn í röð, og gefur góð fyrirheit fyrir það sem koma skal. Þá koma Skagamenn til leiks og Reynismenn líka, og mér sýnist bæði liðin byrja á nánast á byrjunarliðum sínum. Sigurður Friðrik byrjar fyrir gestina meðan að Viðar byrjar út af, annars er byrjunarliðin með sömu. Sendingi Tjas inn til körfuna og Jón sem að fær 2 vítaskot. Jón er mjúkur í fyrra skotinu, setur þetta ofan í. Og sjá hvað hann gerir í seinna skotinu. Bara net. Þetta lærði hann hjá Brynjari Þór í körfuboltaskólanum hjá KR. Harður stólinn bolti að Hjalta og réttilega dæmd villa. Lendir hann á Jóni. Koma samgeringar. Kristján og Eðvald, hann undir körfuna á Jón sem að klára þetta. Kimi Hjalti í erfiðleikum við finnum Arnar úti og Arnar út á Tjess. Tjess tekur við smá boltahreyfingu og á Hjalta sem fer í þristinn, hittir ekki. Jón í barðinni. Það er ekki frákastinu. Nafn hans gerði það. Kristján Þór út á Sigur Friðrik, út á Kristján, út á Eðvald sem fyrir þristinn og setur hann. Sex 2 fyrir gestina í þriðja leikluta. Tjess fer alla leið, fær ekki villin að teka frákasti sjálfur og svo brotið. Kristján Þór liggur hérna eftir eins og hann hafi fengið eitthvað högg. Sýnist hann halda hann rifbeinin. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Kristján er staðinn upp og virðist geta haldið áfram leik. Nei, það er ekki skot. Það er dæmt að villan hafi verið á gólfinu. Tjess kemur boltan. Legir þetta skotklukkuna. Hún er komin niður í 14. Það verður Skagamenn að taka aftur annað kerfi. Það er komin boltan með leik. Og hann gerir bara sama. Tjess fær boltan. Sem er á Arnar sem er í vandræðum og fyrir erfitt skot sem endar í höndunum á Garðari. Eðvald langar aftur í þristinn, finnur
ekki, jú, Jón nær honum og kemur honum út á Garðar sem að hittir ekki. Tjess tekur frákastið og Sindri Leví nær ekki þessa sendingu, aðeins og fastur en Tjess þarna og biður Sindri afsökunar. Reynismenn koma að hafa upp með boltann. Æðvald tekur þetta á Sindri nær þessu frákasti og sendir hann á Arnar sem klárar þetta. Veik pressuvörn í Skagamenn Æðvald triplar en og först sending á Jón sem nær ekki að grípa hann og Skagamenn vinna boltann. Tjess kemur gott pick. Þarna gerist eitthvað undir körunni og Arnar bara tekur þrist og setur hann en Jón Frímannsson liggur eftir. Það er Reynismenn pressa Skagamenn sem þeir ná að leysa. Sindri tapar boltanum, Jón Frí stelur þessu og róar sig aðeins niður. Gefur boltanum á Hjalta sem fer í erfitt skot, engin villa. Sindri og Sandgerði með frákastið. Vel stólinn bolti hjá Tjess. Auðveld 2 stig. Tjess komin í 21 stig og aftur komin 20 stiga munur, 70-50 og vel spilað hjá Sandgerðingum en það er ekki að koma svo ofan í. Sindri með sóknarfrákast og hittir ekki. Tjess alla leið sjálfur, setur þetta honni. 23 stig í dag hjá honum og þriðji leikur ekki hálfnaður. Grítinn hreyfingu Garðari sem endaði með engu og Hjalti kemur upp með boltan með sirkusendingu á Sindra sem verður að setja honni. Gera það ekki, Hjalti tekur bara frákastið. Gjör aftur á Sindra sem er blokkaður af Garðari. Og leikhlé hjá Sandgerðingum í stöðunni 72-50. Tjess á þess að stigast á vellir með 23 stig. Arnar er rétt eftir honum með 21 hjá Skagamönnum. Ragnar með 6 eins og Jón Frí. Pálmi með 5. Hjalti og Ómar með 3 eins og Sindri og Gunnar með 2. Hjá Sandgerðingum þar er Eðvald orðinn stigahæstur með 9 stig. Viðar með 8. Sigurður Friðrik með 7. Jón og Garðar með 6 stig. Sindri og Kristján Þór með 3 og Gestur Leó með 1. Og þessi samtala þýðir 72-50 fyrir Skagamenn. En það er allt út fyrir það að Skagamenn ætla að landa sínum fyrsta sigri í 21 mánuð eða svo. Fyrsti heimasögun, eins og ég sagði upp á útsendingarnar, Sindri hefur ekki unnið útileik síðan held í 5. janúar 2017 og Skagamenn ekki unnið heimaleik síðan 7. janúar 2017. Þannig en annar liðið mun brjóta þennan múr í dag. Það var klárt Skagamenn með engastið 12 sekúndur á skotklukkunni. Léleg sending hjá Antoni dómara. Ragnar fara annars í alltaf að koma boltanum inn. Nú hefur hann. Og flott play en
Dómarinn segja að boltinn hafi farið af Eðvald sem vill meina hann hafi farið af Hjalta og það er dómarinn sem ræður. Þannig að Skagamenn fá engastig. Ragnar þá aftur að taka inn. Og þegar nú tókst það, en Hjalti setur þetta ekki á henni. Ragnar tekur frákastið. Og skotklukkan átti ekki að endurnýjast. Þannig að Reynismenn fá boltan. Nú koma Reynismenn sók, Sigurður Friðrik. Og Hjalti stelur boltanum og kemur að Sindra. Sindri leggur til atlegu og setur boltan ofan í og fær villu á Garðar að auki. Villa Karva góð. Þetta er saga fyrirháleiks að byrja aftur hérna í seinni hálfleiks. Og Sindri á vítalínunni komið 5 stig í leiknum. Þetta bætti 7. við. Gerði það. 75-50, 25 stöðmunur, helmingsmunur með stig Reynismanna. Langur þrýstur. Eðvald hittir ekki, Jón Frímannsson með frákastiði. Og glæsileg sending hjá Arnar inn á Sindra sem setur þetta niður. Þá koma Reynismenn, Sigurður Friðrik undir körfuna á Garðar sem hittir ekki. Sindri Levi með frákastið á Arnar sem hittir ekki. Jón Frímannsson með sókn með frákastið og ætlar að senda á Hjalta en aðeins og fastur. Þannig að Reynismenn fá boltan. Skipting í Reynismennum. Kristján Þór kemur inn á og Eðvald fer á bekkinn. Nú koma Reynismenn, Sigurður Friðrik, Ragnar til varnaðar. Boltan út á Gjast, Sindra sem gefur hann Sindri í skrautskot, hittir ekki og boltin endar hjá Sindra Levi. Sem á Skagamenn missa boltan. Kristján Þór fer alla leið og klárar þetta. Kristján Þór kom með 5 stig í leiknum. Arnar hótar 3 stiga og fer svo á Sindra, hittir ekki, tekur frákastið sjálfur og hittir ekki. Sigurður Friðrik fær bara galopið skot. Nýtir það ekki, Hjalti með frákastið. Og löngsending sem klikkar. Boltinn endar í höndunum og Kristján Þór sem kemur upp en fastur. Sigurður Friðrik var aldrei að fara á þessu. Þannig að nú koma fullt af skiptingum hjá báðum liðum. Ómar og Tjess og Holmi kom inn á hjá Skagamönnum og Jón Frí og Hjalti og Arnar fara á velli. Sigurður Friðrik heldur áfram eins og Kristján Þór. Nýjar á velli eru Birgir Snorri, Jón og Aðalsteinn og Sindri fyrir þristinn og hittir ekki. Aðalsteinn með frákastið. Sindringar leggjast aðeins og Sigurður Friðrik kerir upp á körfunni, fyrir sterkur upp og hittir ekki, tekur frákastið sjálfur. Skullu saman hann að Sigurður Friðrik og Sindri og mér sýnist Skagamenn eiga boltan. Sigurður Friðrik biður Sindra afsökunar en þetta var náttúrulega bara samstuð. Það er blóð þannig að það þarf að skipta Sindra Levi út. Það vorum að þetta segja ekkert alvarlegt að hann verður fljótur að jafna sig.
eins og þetta sé úr augabrúninu á hann, sýnist mér. Hægra nefinu. Leikurinn fara aftur í gang. Ragnar kemur upp með boltan. Ómar fer í pikki, Ragnar lítur ekki, kemur boltan út á Pálma. Pálmi með hann í horninu. Ekki sá ég hvað gerist þarna. Dómarnir kalla báða þjálfarana til sín, kölluðu bara leiklega fyrir leikinn og kalla til sín í þjálfarana og finnst leikmenn eitthvað að vera að missa hausinn og ætla að stoppa það. TS fer að tala við sína menn og það gerir þjálfari Reynismann einnig. Staðan 77-52. Lítið skorað í þessum þriðja leikluta. Skagamenn konum með 16 stig á móti 8 stigum frá Reynismönnum. Það var Ómar á vítalínunni. Það var dæmt ásetningsbrot. Það er bara sirkuskarfa. Bara neti seinna. Ómar því komið 5 stig og Skagamenn fá boltan aftur. Arnar á Ómar í horni á TS. Arnar og Arnar fyrir fristinn en stuttur. Kristján Þór með frákastið. Sigurður Friðrik með boltan út í hornið á Aðalsteinn. Aðalsteinn kýr á körfunni, sterkur hana, setur þetta niður. 7 stig á honum í dag. Og vel varið skot. Það var skipting hjá Sandgerðingum. Sigurður Friðrik fyrir að velli og inn á kemur Gestur Leó. Ragnar í háan þrist sem að Jón gæti ekki reiknað út, sem endaði með því að bolti fór út á Skagamenn í innkastið. 5 sekundur á skotklukkunni. Dómarinn sé veltaði fyrir sig hvort boltinn hafi farið í hringinn eða ekki, ég held að það hef ekki gerst. Þannig að 5 sekundur standa.
Tjess kastar inn, Pálmi fær hann, kemur aftur á Tjess, sem er í horninu, leggur af stað. Það fær villu á Aðalstein. Tjess á vítalínunni. Setur fyrsta skotið niður. Og annars skotið líka. Komið í 25 stig. 81-54. Sandgerðingur leggja stað. Birgir Snorri. Kristján. Gest Leo upp í hornið og þetta er ofan í Aðalsteinn með stóðsendinguna Ómar. Kristján út í hornið, það boltar hann aftur fyrir Þristinn. Það setur hann ekki, Pálmi með frákastið. Og Arnar vissi boltan, stólinn bolti, Kristján Þór með sendinguna fram á Birgir Snorra sem keyrir allalega körnu en Ómar blokkar það. Jafnar hann var blokkar á þann og hreinsar það upp hérna. Gestulega Tjess stelur þessum bolta og óíþróttan mannsleg villa á Birgir Snorra, tók hérna í Tjess sem var að fara eitt fram völlinn. Mér sýnist þetta að vera önnur, ásetningsvillan, þannig að hann er sendur af velli. Hann Birgir Snorrason hefur lokið leik. Og Tjess fer þá á vítalínuna. Setur fyrsta skotið niður. Og annars skotið sömuleiðis. Komið 27 stig hann Tjess í dag. Þetta er besti leikurinn hans á þessu tímabili. Raka því boltanum Ómar sem hann gerir allavega hverjunni. Lendir í smá trafík sem endar í höndunum á Aðalsteini. Kristján Þór kemur upp um boltan. Leggur á staðinn í miðuna og setur þetta ekki niður. Máni með frákastið, kemur hann aftur út á Kristján. Gestulega Jón aftur á Kristján Þór sem fyrir Þristinn. Setur hann ekki og Máni aftur með frákastið. Bendir í smá beðið svona dettur hann en þeir komum boltanum út í hornið og Máni fer í skotið en Ragnar er dæmdur brotlegur. Fjórða villan á Ragnar. Máni fer þó á vítalínuna og getur sett fyrstu stíð í sinni dag. Bara nett. Smá hringur og svo nett. 2 stig hjá Mána. 85, 58, 40 sekundur eftir og Ragnar fer í Þristinn. Bara spjald, Kristján Þór með frákastið. Hann pressaði skaminum en ekki alveg nógu góðan, þeir ná að leysa þetta. Kemur Máni.
fer í tvist sem fer niður 4 stig í röð hjá Mána. Arnar út á Ragnar og Kristján Þór spilar boltan. Þar með hefur Ragnar stimplað sig út með óíþróttamannslegri villu. Kristján Þór stál hann af boltanum og Arnar reynda ná hann tilbaka en það gekk ekki. Svo Skagamenn fyrir að skipta leikmann. Ragnar fer að velli og Elvar kemur inn á því fyrsta skipti þessu leik og Kristján Þór fer á vítalínuna. Fastur í fyrra skotinu. Getur huggast við það að hann fár annan séns. Nýtti hann 6 stig. Það fá Reynismenn boltan aftur. Fjórtán sekúndur eftir. Þriðja leikluta. Gestur Leo stendur inn upp í eitthvað og Tess stelur boltanum 4 sekúndur og hann að klára þetta en setur hann ekki. Arnar með frákastið ekki setja þessa körfu góða. Þannig að staðan að loknum þriðja leikluta er 85-61. Við erum að horfa hérna á þetta play aftur. Hérna stelur hann á boltanum. Hittir ekki Arnar nær honum. Þetta er rosalega tækt. Nei, þetta er rétt í dómunum. Hann er ekki búinn að ná að sleppa boltanum, þannig að þessi kar átti ekki að standa og hún stóð ekki, þannig að það er ekki að spyrja þetta og dómararnir eru með þetta. En eins og ég segi, 85-61. Skagamenn unnið þennan þriðja leikluta 24-17, þannig að það er ég held að sé að skrifa nokkra nýja blaðsíður í þessa sögu. Vinna þriðja leikluta og stefni að landa fyrsta heimaserjunum 20 og eitthvað mánuði. Og 24 stiga munur hérna fyrir fjórða og síðasta leiklutan. Þannig að það þarf eitthvað mikið að gerast svo að Skagamenn klúri þessu niður eða Reynismenn vinni þetta upp. En Reynismenn byrja með boltan. Það kemur í hendur Aðalsteins að kasta boltanum inn á völlinn fyrir fjórða leikluta. Hann gerir það, kemur hann á Gest Leo. Kemur hann aftur Aðalstein, kemur hann út í hotnið á Viðar. Næst í stólinn bolti, Gestur Leo hittir ekki. Boltin endar í öndrum á Tess. Svo kemur hann Elvar, svo kemur hann aftur á Tess. Það er Hjalta. Og Hjalti leggur stað en óheppinn hann að Viðar. Boltin fer í hann út af. Það Skagamenn eiga einkastið. 8 sekúndur á skotklukkunni. Elvar út á Jón Frí sem að fyrir 3 stiga skot og það var langt frá. Máni út á Aðalstein. Sýndist Gabriel verja þetta skot. Tess út á Gabriel. Það setur hann ekki og Jón Frí endar með boltan í höndunum og villa á númer sýndist að vera Máni sem fekk þessa villu. Og Tess á Hjalta, Hjalti á Elvar. Allir á boltanum gefur hann út á Tess. Gefur hann á Hjalta og Hjalti setur hann ofan í. Villa karfa góð.
held að komið 5 stig og getur hann bætt 7. stiginu sínu við. Gerir það. 88-61. Gestur á Viðar. Tjess pressar á hann og fær villuna. Gesturlega Hjalti sem pressaði hann, Gestur fyrir fram hjá honum og langar skotið fyrir ekki gefur út á Viðar. Viðar kemur hverjunni, kemur hann út á Sindra. Tjónum Mána sem kemur aftur á Sindra. Laglegt spil hjá þeim. Sindri setur þetta ofan í, flott stóðsending hjá Mána. Tjess fyrir Skagamenn. Alveg setur pikkið. Jón kemur út í hornið á Gabriel. Hjartur á Jón. Jón leggur á stað. Sækir villuna. Aðsteinn fær hérna villuna og Jón Frí fer á ekki vítalínuna. Þetta hefur verið fyrir skot. Tjess og Jón í fake pick. Gabriel í horninu en Viðar slær þetta næstu upp í palla. Það eru 6 sekúndur á skotklukkunni. Tjess fer í erfiðan tvist, nær honum ekki og Elvar með frákastið og kemur þess ekki á hann í. Og vunaði lítið þetta. Viðar fær boltan í hnéð, fín sending frá Sindra undir körfuna á Viðar. Svo komast 1 á körfuna. Og þá koma Skagamenn. Jón Frí í pikkið. Hjalti út á Gabriel. Út á Tjess. Tjess fer í boltaþrautir. Með Gestlegu á sér. Hendar í klafsi undir körfunni og villa á Mána. Tjess á leiðan vítalína, kemur skiptingar hjá Reynismönnum. Aðalsteinn og Gestur fara út af og Arnar Þór og Eðvald kom inn á. Tjess á vítalínunni. Þetta fyrir á vítunni. Og setna þetta líka, 29 stig komin í dag hjá Tjess. Arnar Þór upp í boltan, Jón að vinna Mána, út á Viðar. Viðar aftur á Mána. Góð verð til Skagamenn núna, Arnar Þór. Villa og Gabriel reyndi hérna að stela boltanum. Það náði því ekki. Það var skipting hjá Skagamennum. Jó, fáskipta. Gabriel kemur út af og Gunnar kemur aftur inn á. Eðvald kemur boltanum í hornið á Viðar sem hittir ekki og boltin endar í höndunum á Tjess. Kemur á Jón Frí, hann leggur á stað hérna og fer í flotta hreyfingu, setur þetta niður, 8 stig Jón Frí í dag og 9 frákast, flotta leikur hjá honum. Máni, Eðvald, Viðar, stuttur og Máni reynir að berga þessu, nærði ekki, Skagamenn vinna boltan. Skipting, Arnar kemur innan fyrir Tjess og Ómar fyrir Jón Frí.
Arnar kemur upp í boltan. Ég veit að það er Elvar í byggið, endur hjá Hjalta og Arnar. Máni góð vörn á hann og setur hann í erfitt skot. Elvar með frákastið. En Gunnar stígur út af. Þannig að Reynismenn fá boltan. Skipti ekki að skafanum. Haltir kemur út af og Sindri Leví aftur inn á. Arnar Þór kemur upp með boltan. Setur hann að Viðar sem fer inn í miðjuna og Ómar brýtur á honum. Viðar fyrir á vítalínuna og fastur í fyrra skotinu, en eins og ofta þá fær hann annan séns og setur hann niður. 9 stig hjá Viðar í dag. Arnar og Gunnar eftir Arnar inn og Ómar póstaru og fær hendi villuna á Eðvald sem steinhissa á sig. Þannig að Ómar fer á vítalínuna, það er bónus. Ómar getur komið sig yfir 30 stig. Missir fyrra skotið, hann fær annan séns. Hér nýtir það ekki, en Elvar með gott sóknarfrákast. Elvar kom með 3 sóknarfrákast á stuttum tíma. Og Ómar gerir aftur allir á körfunni og aftur í villa. Og aftur á Eðvald. Þannig að Ómar fær annan séns til þess að setja 2 stig. Koma þessi í 30 eða yfir. Fyrra skotið var ekki nógu gott, en hann bæti fyrir það núna, ég veit það. Þetta er niður 93-63. 5 og 50 eftir. Viðar keyrir að hverjum inn í spottan. Gunnar næði boltanum, gefur nú Sindra, gefur nú Arnar og aftur Sindra. Sindri fyrir upp og setur þetta niður. Sindri komið 10 stig og Arnar með 3 stoðsendingar. Arnar Þór keyrir inn á, lendir þetta mjög illa. Ökklinn á honum klínist mér. Það lítur ekki vel út með Arnar Þór. Arnar er hérna komin upp, en þetta lítur ekki vel út hjá honum. Hann virðist vera sárþjáður í vinstri ökklanum, allavega að vinstri fætinum.
getur leikurinn hafist aftur og Sindri stelur boltanum, keyrir alla leið og hittir ekki. Kristján Þór með frákasti, kemur upp með bolta sjálfur og Eðvald fyrir þristinn, hittir ekki og þeir ná að bjarga boltanum. Vel gert að Sindra Sandgerðingi, gefur hann Kristján Þór sem kemur út af Viðar. Ekki hótna Eðvald, hann langar aftur en ákveður að keyra körfunni núna og það skilaði sér í 2 stigum. Kemur út í hótninu, kemur Jón Traustason, Sindri, þetta er pikki frá Elvari, fær það ekki, leggur á stað, kemur nú Elvar, sem setur þetta niður. Vel gert hjá Sindra og Elvari þarna. Eðvald í hótninu, hittir ekki, Máni með sterkt frákast og Eðvald einu sinni enn og nú hitt hann. Sindri Elvar í pikkið, Sindri út á Gunnar, hóknarskotinu tekur ekki, kemur út á Gabriel í þristinn, setur hann ekki og Sindri Sandgerðingi með frákastið og Viðar allarlega på körfunni, kemur hann út Eðvald og Eðvald fyrir þristinn, hittir ekki, Sindri Sandgerðingi með frákastið og Eðvald eins og enn og Máni og Viðar út á Mána sem fyrir þristinn og setur hann niður. Sindri keyrir að körfunni, skilur sér í broti. Sýnist að vera Viðar sem fékk þessa villu og skipting hjá reynismönnum. Viðar fyrir að velli og Gestur Leó kemur inn á og Sindri Levi á línunni, 2 skot. Þetta er Guðróni. Og setna við líka, komið 12 stig. Flottur að senda í dag, 99-72. Sandgerðingar koma upp í sóknina. Kristján á Gestur Leó með skoti, nærði ekki og boltinn fer út af og Skagamenn eiga innkastið. Sindri Levi ekki verið fyrir boltan. Elvar í pikki og boltinn fer út af og misskilningur á milli Jón Traustason og Sindri Levi. Eðvald á Mána sem setur þetta í. Sindri, Elvar og Gabriel, aftur Elvar út á Sindra, Gabriel opinn og Sindri inn í miðjuna út á Elvar, skotið nærði ekki, boltinn endur hjá Eðvald. Langur fram, Jón Traustason nær ekki að stela þessu og Kristján Þór kemur þessu niður. Hann stillaði niður, Jón Traustason. Tekkur Sindra og Gabriel niður í hótna á Gunnar og Gabriel aftur. Inn á Elvar sem fer í skotið. Hittir ekki og Sindri nær frákastinu og setur þetta í. Skagamenn komur yfir 100 stigin, 101-76 og Eðvald í þristinn og hann setur þetta í. Eðvald komið með 17 stig og orðinn stigahæstur aftur. Skotklukkan fór ekki í gang.
Sandgerðingar Eðvald þetta ekki vel gert hjá Mána, tekur frákastið og setur þetta onni, hann kom með 11 stigan Máni og getur bætt í 12 við af vítalínunni. Ég það ekki Gunnar með frákastið. Sindri, það pekki frá Elvari. Gabriel langar í skvöld fyrir Sindra. Sindri út í hornið á Jón. Gefur á Eðvald, finna boltan, Eðvald spilir þessu. Á Gest. Frábært tilþrið hérna hjá Reynismönnum en enda með 3 stiga skoti frá Kristjáni sem fer ofan í. Og Gabriel í þristinn, hittir ekki. Gestur Leó á Kristján Þór út í hornið Eðvald, hann fer í skotið og setur ekki. Yfirspjaldið Ía á boltan, 34 sekundur eftir, 84 stig hjá Reyni Sandgerði móti 101 frá Ía. Sindri Leví fær villuna fyrir skot. Vill á Kristján Þór. Sindri Leví á vítalínunni. Fyrsti heimasigur Ía í deildinni staðreynd og fyrsti langþráði heimasigurinn í 20 og eitthvað mánuði. Fögnum því. Og Sindri setur þetta onni. Komum 15 stig. Og 16 stig. Eðvald kemur upp um boltan. Máni í þrist. Þetta er ekki Gestur tekur frákastið. Þetta er Eðvald með krúsitúlusendingu á Viðar sem skorar ekki en Máni með frákastið. Sindri brýtur þarna á Gesti Leó sem fer á vítalínuna. Setur fyrir að geta niður, komið 2 steg, Gesti Leó. Getur bætt í 3. við. Og langverðin vel gert hjá Viðari. Og þar með líkur þessum leik 103-85 fyrir Skagamenn og stigahæstur í leiknum var Chess hjá Ía með 29 stig, bætti við það 6 frákastum og 8 stoðsendingum. Arnar Smári með 21 og Sindri Leví með 16 stig. Hjá gestunum var Eðvald stigahæstur með 17 stig og Kristján Þór og Aðalsteinn með 11 eins og Máni sem bætti við það 6 frákastum. En þá ætlum við að segja þessu lokið hérna frá Íþróttafélag Vesturgötu þar sem Skagamenn lentu í svona fyrsta heimasigri síðan í janúar 2017.
vonandi þetta sem koma skal og við endum þetta á tilþrifum leiksins sem að Ragnar Skagamaður átti. Gjörðu svo vel, takk fyrir okkur.